allt í ferðalagið. Já, komið sæl. Lagðin sem að olli illuverinu hjá okkur hér undanfarna dag, hún var hádegi í dag stödd hér rétt suður á landi og á leið til austurs og við sjáum að svona þegar við keyrum hreyfimyndin á stað að loftþrýstingur fer hækkandi hjá okkur. Verður því víða stillt veður í nótt en svona þegar líður á morgundaginn þá verður vindátt vestlægari og sums staðar getur nú alveg vindur orðið áþreifanlegur allan svona verið að ná í einhverja 10 metrar á sekúndu og verður þessi hæðarhryggur, hann verður þá svona viðlóðandi okkur á morgun svo lægð hér suðvestur í hafi sem að mun nú ekki gera mikið af sér valda norðaustanátt hér tíma hjá okkur en kalt í veðri, viðbúið að nóttin verði hrollköld víða sérstaklega þá inn til landsins og við erum svo sem ekki að næstu dag að fara að sækja okkur í neinn hlýindi svona heldur hlýjara loft sem kemur hér nær landi þá á föstudag á laugardag og en það fer enga síður svona mestuleyti hjá. Aðeins byrja hér á svona skýjahölu og úrkomu til morguns, það norðlæg átt hjá okkur núna. Hún getur sums staðar verið stíf eða hefur verið það sem af deginn nú svona að ganga niður. Loftþrýstingur hækkandi og það verður víða bjart í nótt en kalt. En við sjáum hér þegar vestanáttin tökum á morgun og þá koma éljabakkar inn þá á vestanvert landið en fyrir austan verður morgundagurinn bjartur að mestu leyti. Og förum síðan í landsfjórðungana og við byrjum hér á suðvesturhorninu og þá verður staðan svona þegar líður á daginn verður léttskýjað síðla nætur eða snemma í fyrramálið en síðan kemur vestanáttin inn hún getur verið nokkuð stíf hér með ströndinni allavega þetta rétt eða yfir 10 metrar á sekúndu og koma svo inn stöku él hjá okkur sérstaklega þá hér við Faxaflóann getur einnig gert það þó á Suðurlandi líka en svona minni líkur þar þó og hitinn svona hámarkshitinn yfir daginn svona að dansa í kringum frostmarkið þá úti við ströndina en töluvert meira frost í innsveitum og þetta rauninni svona nokkuð svipuð staða og þegar við skríðum norður yfir heiðar þar sem við erum með þessa vestlæga átt sem að getur verið nokkuð stíf víða eins og kortið ber með sér og sérstaklega þá sem að vindur stendur á fjöllum þá má reikna með einhverju éljum við Breiðafjörð og á Vestfjörðum en síður þó á Norðurlandi vestra og hitatölur svona víðast hvar bláar í þessu korti og það á einnig við norðausturhornið þar verður reyndar úrkomu laust það svona skilin svona á þessu dálítið á Tröllaskaganum austan Tröllaskaga ekki að vænta þeirra úrkomu sem heiti getur og dagurinn verður sennilega bjartur að mestu leyti inn til landsins töluvert frost jafnvel 2 stafa frostatölur en úti við ströndina nokkur gráðum lægri og á suðausturhorninu verður svona til þess að gera rólegt veður vindur nú víðast hvar hægur dálítið frost í þessu bjart veður svona að mestu leyti en ekki hægt að útiloka þó að það slæðist inn einstaka él þá sérstaklega vestan til á þessu svæði. Lítum þá aðeins á þróunina næstu daga og svona þegar líður á föstudaginn og þá fer kannski áhrifa þessara lægðar sem að kemur úr suðvestri að gæta það að segja það aðeins snýst vindáttun hjá okkur og bætir í vind og sérstaklega hér allra síðsta á landinu verður nú samt enga síður svona að mestuleyti léttskýjað á landinu svona fyrir utan kannski suðurströndina og sums staðar út við norðurströndina en ekki mikil úrkoma þó geta verið stöku él á föstudagsmorgun en minnkandi hætt á því þegar líður á föstudaginn og svo útlit fyrir þessi lægð og hún svona þrýsti aðeins á en skilakerfi frá henni kemur þó ekki alveg inn við sjáum svona aðeins skriðla í skilin hér suður á laugardaginn en þau virðast alltaf síðan bara fjarlægast landið þegar líður á laugardaginn og við erum þá í svona stífri norðaustlægri átt. Það verður kalt hjá okkur, sérstaklega þá þegar að kvöld og næturlagi og þá væntanlega víða 2 stafa frostatölur. Og svo svona róleghita veður þegar komið er fram á sunnudaginn, hæglætisveður og úrkomi lítið. Ég vil segja þetta gott að vera í bili, verið sæl.